Svona fyrstu upplifun mín af krabbameini var fyrir aldarfjórðungi þegar pabbi greindist með krabbamein. Og ég man eftir að viðbrögðin voru af hverju við. Síðan deyr móðir mín líka 8 ára síðar sko, úr krabbameini. Og síðan greinist ég sjálfur fyrir rúma ári síðan af blöðruhálskrabbameini. Ég heiti Guðni Gíslason. Ég ritstjóri Fjarðarfrétta, Bæjarblaðs í Hafnarfirði. Reyndar húsgagnasmiður og innanlandsrakið líka með marga hatta. Það var svona tilviljun að ég greinist. Ég var ekkert fann að finna neina einkenni. Fer í blóðprufu hjá hjartalækni og hann hringir í mig og segir mér bara ég sem mjög hátt PSA-gildi að hækka gífurlega á 1 ári. Og þá fer allt af stað. Þegar ég fór í mína fyrstu lyfjaveiki og þá sett ég færslu á Facebook svona í meiri léttu dúr svolítið að því ég var að fá antihormónalyf sem að gera það að maður verður svona svolítið mýkri að þá sagðist ég myndi fara að gráta við bíómyndum en ég var að viðurkenna það eftir að hafa lesið ég held ég 70 póstar sem kom á fyrstu 2 tímunum að þá félur á fyrstu tárin þetta ótrúlega mikið styrkur að fá svona stuðning sko og ekkert síst líka heldur hjá þessum sem hafa svolítið húmor og þekkja maður vel sko þannig maður finnst það ekkert síðra heldur. Ég hef hlaupið greiðlega mikið og ger enn og gerði alla raunverulega meðferðina. Þetta var ekki reyndar orðið stundum ekki hlaup heldur svolítið gangur með aftasta fólki. Fyrir mér hlaupin ekkert síður andleg. Þetta svona eins og maður slekkur bara öllum vandamál sem maður fer út að hlaupa. Þegar maður hjartslættin upp og bústa og ert úti þá kemst ekkert að sko eitthvað vandamál. Þegar ég stötti eftir ég greindist þá keypti ég mér fulldempað rafmagnsfjallahjól. Ég alveg hvet fólk til þess að gera eitthvað fyrir sjálft sig, eitthvað spennandi. Og sérstaklega eitthvað sem tengir svona útiveru og náttúrunni. Og ég verð að viðurkenna þegar ég fór út á þessu hjóli í fyrsta skipti, mér fannst ég vera, sko, ég veit ekki hvað, bara strákur aftur, sko, með þetta hjóla yfir holt og hæðir. Ég hef verið með ratleik í fjöldamörg ár, sem ég legg í maímánuði. Þá ég akkúrat að klára lífið með mér, þannig ég í lélegasta formin og þetta tölvöld mikið lapp út í hraun og með rallismerki. Ég fór á hjólinu ansi víða hraunin og stíga og þetta svona veitti mér alveg, ég fekk svona svolítið kikk út þessu.